Víkurfréttir endurvöktu tippleikinn í vetur, en hann hafði verið í pásu síðan í kringum aldamót. Tippleikurinn gengur út á að setja merki 1x2 við leiki í enska boltanum. Verðlaunin voru ekki á síðri endanum, ferð til London á úrslitaleikin í enska bikarnum á Wembley. Liðin sem mættust voru Manchester-liðin United og City. Það var Njarðvíkingurinn Hámundur Örn Helgason sem bar sigur úr býtum, en leikurinn var þannig að 2 tipparar mættust og sigurverinn hélt áfram og mætti nýjum áskoranda. 4 enduðu efstir og eftir undanúrslit og svo úrslit stóð Hámundur á tindinum. Þetta geggjað stuð sko, það er erfitt að syngja ekki með. Þáttur að vera ekki United maður, þá er þetta gaman, ég viðurkenni það. Þú er oft komið á Wembley en aldrei á úrslitaleik. Aldrei úrslitaleik og ekki svona þétt setið völli sem verður eftir sko, þetta verður einhver veislan sko. Og menna, þetta er rosalega, það er gaman að upplifa svo stemningu, Bretandi kunna þetta, það er sungið bara hástöfum. Ja, þetta er fyrirmyndar, það er bara svoleiðis. Við erum alltaf að færast nær Íslendingar í þessu og bara það þarf að búa til alvöru stuðningssveitir í kringum þessi lið. En sko, núna ertu með ágætis samanburð, þú ert búinn að fara oft út á Wembley þegar Tottenham þurfti að spila þar og hefur komið á heimavöllin hjá þínum mönnum. Er þetta meiri söngur hérna hjá United stuðningsmönnum heldur en Tottenham, eða er þetta svona allstaðar? Þetta er svona allstaðar, Tottenham eru engu líkir sko, Tottenham menn, þeir kunna þetta líka, en það er meiri háaði hér núna, þetta er úrslitaleikur. Og er þetta jafnvel sömu lögin sem þessi stuðningsmenn að syngja alltaf? Þú veist bara að breyta textanum yfir í Tottenham söngun á? Já, það er Red Army og White Army og þetta allt saman sko, þannig að þetta er mjög svipað. En það er alveg læti hér. Og hver er tilfinning þín fyrir leiknum? Ég ætla að segja við, United. Þú ert United maður í dag? Við vinnum 1-0. Það verður hörku, við sitjum aftur og beitum einnig góðri skyndisókn og ef ekki að segja bara Antoni. Antoni á öllu? Já, gegn öllu sko, hann setja hann. Það er vonast þetta góð leik. Geggja. Keflvíkingarnir Jón Halldór Eðvaldsson og Marín Rós Karlsdóttir voru líka mætt á The Torch sem er pub rétt hjá Wembley. Sagan segir að það eigi að reisa styttu af Marínum við Old Trafford, heimavöll Manchester United. Þú ert í réttum búningi og ertu þetta United? Ég myndi segja að það eigi nánast að reisa styttu á þér fyrir utan Old Trafford að þú ert búinn að ná að snúa manninu Jóni Halldór Eðvaldsssyni. Hvernig gekk það, segirðu? Sko, í rauninni er ekkert óslega erfitt. Ekkert erfitt? Nei, hann hélt við Liverpool. Gerði það ekki, sko. Já, er þetta bara búið að vera misskilningur hjá honum allan tíma? Já, þess Keflavík og Manchester United það er sama fyrir þarna á milli. Þannig að þetta var mjög auðvelt. Jón, ertu sammála þessu? Bara alls ekki. En stundu þá segist ég halda með Manchester United þegar eru komin inn í svefnherbergi. Já, Já, skilur hvert ég er að fara. Þú átt ekki ásmið á Anfieldina? Nei, en það er business, elskan, það er business. Já, en sagan segir, þú ferð oftar á United leiki heldur en Liverpool. Já, það er endar hálfrétt. Sagan lífur ekki. Nei, sagan lífur ekki, það er hálfrétt. En ég var beðinn að koma hérna út og fara á úrslitaleik til þess að hjálpa ykkur yfir línuna. Og ég ætla að standa við það. Já, en þú ert United maður í dag? Í dag, 100%. Allar í búning? Nei, ég passa ekki í hann. En við erum náttúrulega titla ó. Já, Búin að vinna 3 á Íslandi, að taka 1 hérna í viðbóti í Englandi. Búin að vera bara búið að vera stöðugur fagnuður síðan í Keflavíkurliði, kvennaliðið landaði Íslandsmeistaratitilinn. Það er búin að vera stöðugur fagnuður síðan við 2-faldir bikarmeistarar. Já. Smá pása, en já, síðan á miðvikudaginn. Já, þá er ekkert inn í myndinni að fara að hætta þessari sigurgleði í dag. Við ætlum að taka, hvernig verður þessi leikur í dag? 3-1. Ha? 3-1. 3-1 fyrir United? Já. Það var kátt á hjalla hjá okkur félagunum. United komst yfir á 30. mínútu og blaðamanni tókst að mynda rétt áður en allt var brjálað í rauðahluta Wembley. United var komið í 2-0. Við Hámundur tókum svo spjall í hálfleik. Þetta er alltaf bara langt fram af vonum. Við erum að vinna þennan leik 2-0 í hálfleik. Nú er bara að verja. Sko, það kom fram í greininni þess tippseðilinn að þú værir að íhuga að snúa bara alfarið baki við þínum mönnum og hérna ertu í United búning. Erum við að tala um að það sé búið að fæðast þín stuðningsmaður? Við skulum segja allavega lið nummer 2. Ef við ekki segjum það bara, lið nummer 2. Ég sætti mig á það. Þetta ok, en einhverstað segir að það eigi nú ekkert að fagna sigri fyrir svo feita syngur.
Staðan 2-0, þetta lítur vel út fyrir United og ég náttúrulega United stuðningsmaður og þú líka í dag. En sko þegar þú svona áttar á því að þú hefðir unnið þennan tippleik, menna er þetta ekki langt umfram þær væntingar sem þú hafðir fyrir leiknum? Algjörlega, þetta er svo gaman. Þetta er svo frábært. Wembley, where the famous Man United and we're going to Wembley. Þetta er bara geggjað og við erum bara að tala bara alvöru leik. Við erum að tala þú veist, að móti besta liði í Evrópu, ef ekki heimi. Í heimi líklega. Og við erum bara að vinna 2-0 í hálfleik og við bara tökum því. Já, menna, og það er rosalega stemning að vera bara í stúkunni með þessum gauðurum sem að syngja allan daginn og við erum að syngja með. Hvort við kunnum textana, það breytir ekki máli, við klöppum allavega. Við erum á besta stað, við erum bara á, við erum í pittinum eins og þau segja. Við erum bara á langbesta stað í stúkunni og þetta er svo gaman. En, segðu mig, þegar ég hringdi í þig einhvern mann í október, nóvember og einhver bent á þig sem næsta áskoranda í þessum tippleik, hvað var það fyrsta sem þú hugsaðir? Ég gerði mig ekki einu svona grein fyrir að þetta var eitthvað sem var í möguleikin sko. Að fara á úrslitaleiki á FA Cup sem er bara geðveikt. Ég bara fór í þetta til þess að hafa gaman og svo er maður svo getspár. Já og svo kom upp dálítið skemmtilegt moment á það þegar ég fékk að fara inn með mína tösku. Vive Geracho! Vive Geracho! Það átti að stoppa mig með töskuna sem var með þessu mikrofón hérna. Og ég fór í viðtal hjá einhverjum manni og hann spurði mig hvort ég væri með lyfin mín. Já. Og ég byrjaði að segja nei, en þú sagði, hvernig orðaði það? Hann sagði, you should have said yes. You should say yes. Það er bara nauðsynleg lyf sem þú þarft að taka með. Já, þannig að við náðum að smygla töskun inn og er það ekki bara sama fyrir þig? Þú stóðst frammi fyrir þessum valmöguleika. Þannig síðasta vetur, á ég að vera með? Já, ég er bara með. Akkurat, það er bara svo leiðis. Herðu, en svona aðeins kannski bara Hámund, þú ert, ég meina, hvar ertu fæddur? Fæddur og uppalinn? Ég er fæddur í Reykjanesbæ. Já, það er Keflavík? Nei, Reykjanesbæ. Og já, og að mestu leyti uppalinn þar og svo á Blönduósi fyrir norðan. Fæddur hjá sjúkrahúsið í Keflavík, elst upp í Njarðvík, en flytur síðan ungur á Blönduós. Já. Þar bjó ég alveg áttum í 10 til 12 ára minnar sko. Já. Þannig ég er svona 50-50, Blönduós, Njarðvík. Já. En hvenær fluttur síðan aftur til Njarðvíkur? Ég flutti núna síðast bara 2019. Ég og konan eignuðust barn og þurftum við svona að velja hvar við ætlum að búa. Já. Þannig að við ákveðum að skella á frábæra íbúð í Reynidalum í Njarðvík og ég fekk strax vinnu og heppinn fekk strax vinnu sem þjálfari þar í fótboltanum. Já, er þinn grunnur íþróttir, þannig séð? Já, það er þannig. Ég lærði íþróttafræði á Laugarvatni eins og margir. Já. Og hvað, og mér finnst það dálítið fróðlegt að við erum alltaf búin að vera hérna, kynnast bara þessa helgi og hvað, þú varst búin að sækjum nám hérna bara í Wembley, háskóla sem sporting director. Já, ég svo sem sótt ekki en við fórum hérna að skoða og ég og einn félag minni frá Laugarvatni, við komum hérna sérstaklega til þess að skoða aðstæður og þetta er mekka fótboltans, það er bara svo leiðis. Þannig að þetta heilla okkur mikið en svo breytust leiðir. Og í dag, hver er þín staða í dag hjá ungmennafélagi Njarðvíkur? Ég er semst íþrótta- og framkvæmdastjóri Njarðvíkur, ungmennafélagsins og bara mikið fjölgun í Njarðvík og við erum rosalega spennt fyrir framhaldinu. Já. Við erum að tala nýtt íþróttahús fyrir körfuna. Mögulega, það verður að skoða aðstæður hjá afreiksbraut hjá fótboltanum sem verður þá aðstæða félagsins í heild, þannig að þetta er rosalega spennandi tímar framöndan. Bara góð, spennandi tímar framöndan og Njarðvík er náttúrulega, einn af risunum í bara körfunni. Hvað með fótboltan í Njarðvík? Hvenær munum við sjá Njarðvík í efstu deild? Við erum bara vonstinn núna, eins og staðan er í dag, þá erum við efstu sæti. Þannig að við viljum bara,
við erum að byggja þetta upp, hægt og rólega, komið öflugst kvennastarf upp, alla yngri flokka og bara, það er verið að reyna að miða hátt. Já, ég meina, ykkar metnaður er alltaf þannig, þið viljið bara stefna hæstu hæðir. Það er bara svoleiðis, sko, en samt á góðum grunni. Já. Hvað segir þú þessa umræðu, sko, margir ég bara Reykjanesbær, í dag heitir þetta Reykjanesbær, margir vilja bara sjá bara eitt öflugt lið í Reykjanesbær. Hvar stendur þú þar? Ég er ekki þar eins og en það er bara gaman að skoða hvernig hlutinni þróast. Ég vil bara best fyrir börnin og iðkendur og svo náttúrulega erum við alltaf að leita árangri, en eins og þá held ég að við séum mjög öflug í sitt lagi, eins og Já, menna, núna voru lið þessara félaga í Reykjanesbæ í úrslitum hjá konunum og menna Njarðvíkur kallaliði var mjög stutt frá því að vera í úrslitum kallamegin og þar með hefði þetta verið bara Suðurnes að rimma alveg. Þannig að þú ert frekar þar að bæði liðin sýni bara sama metnað. En hvað, jafnvel sameining þá kannski niður í yngri flokkana eða? Ég bara hjálpist það þegar þar þarf að halda, sko. Og við erum bara, það er stórt bæjarfélag, ég held að sé alveg pláss fyrir 2 félög. Já. Og bara gera það vel. En þannig við endum þetta kannski bara á, við erum staddir á Wembley og þú ert búinn að fara mjög oft á Wembley, eða ekki? Þú ert stuðningsmaður, sýndu tattúið, þú ert stuðningsmaður Tottenham, sýndu tattúið. Hefur næstu verið laminn fyrir að bera þetta tattú í Arsenal-hverfi. En þú ert Tottenham-maður og hefur oft komið á Wembley þegar Tottenham var með þennan völl sem heimavöll með þeir voru að smíða nýja. En menna, er þetta ekki sjúklegt að vera þetta í dag? Þetta er allt öðruvísi, sko. Við verum að tala venjulega deildarleiki, Evrópuleiki. Ég fór á 3 leiki með Tottenham þegar við voru hér. Já. Og þá er partur á stúkunni lokaður, þetta 90.000 manna leikvöll, sko. Það er 30.000 meira heldur en Tottenham er með á vellinum sínum dag sem er samt stór. En þetta er eitthvað annað. En að sjá stúkuna bláa öðrum megin, rauð hinum megin. Sko ég veit ekki með því, ég er auðvitað, ég er bara hlutdrægur og við heyrum kannski ekkert hvað gerist hinum megin. En við hefðum nánast geta byrjað gamla góða íslenska sönginn. Það heyrist ekki raskat. Akkurat. Við höfum getað tekið Grindavík á þetta, það er bara svo leiðis. Já, káringarnir byrjuðu með þetta helgi, en okkur er saman hvað gott kemur. Já, þetta er frábært. Við erum bara, stúkan er rauð. Stúkan er rauð og eigum ekki að vona að þetta endi svona þá er vitað hver blæðir á barnum í kvöld. Við vonum það að Sibbi vinni þetta í kvöld. Frábært, takk fyrir. Allt ætlaði koll að keyra í leikslok og var fögnuður stuðningsmanna United fölskalaus. Lætin voru þvílík og slík að ekki var hægt að taka spjallið þar. Svo við skelltum okkur á The Wembley Whiskey Dune sem er frábær pub við hliðina á þessum sögufræga leikvangi. Þetta var bara, var þetta gaman. Þetta var bara eitt skemmtilegasti leikur sem ég hef farið á. Og þú ert búinn að mæta á nokkra leiki, þú ert oft farið á Wembley, en var þetta bara eitthvað nýtt eða? Þetta var bara eitthvað allt annað, sko. Þetta var bara að fara á úrslitaleik. Það er bara eitthvað, ég leiði mig svo mikið inn í þetta. Já, ég satt á hliðinu og þú varst í bara rauðri United treyju sem afi henni komið með og ég hafði á tilfinningunni og var bara að fara að standa við stóru orðin og snúa bakinu bara alfarið við þínum mönnum, eða það var ekki alveg svoleiðis, en? Ekki alveg, ég treysti mig ekki alveg í það. En bara, þú veist, ertu ekki í skýjunum með þetta? Jú, þetta var frábær ferð, algjör snill. Bara, nú skora ég bara á einhverja aðra að reyna að vinna mig, sko. Já, það er spurning hvort þú fáir að taka þátt að ári, en ef að kalli kemur þá ertu væntanlega klár. Alveg klár. Þannig að þú ert bara í skýjunum með þetta? Þetta var geggjað. Frábært. Takk kærlega fyrir mig. Bara, verður góð.